Það að hafa stafrænt aðgengi, það gjörbyltir möguleikum til dæmis blindra og sjónskertra og annara sem eru leshamlaðir, sem mjög stór hópur, til dæmis eins og lesblindir, til bara náms, atvinnuþátttöku og bara að það að vera virkir í samfélaginu. Við erum að beittum okkur fyrir því árunum 2010 til 2012 að smíða íslenskar talgervisrattir sem lykilatriði fyrir blinda. Það að segja að geta tekið texta, stafrænan texta og lesið hann upp þannig að maður geti hlustað. Og þá skiptir auðvitað máli að það sé gert á móðurmáli manns. Og ef maður býr í Englandi eða enskumælandi, þá þetta ekkert mál. Þá þetta bara vara á markaðum maður kaupir hana, en það ekki svo einfalt á Íslandi. Það má eiginlega segja í þessum stafræna heimi að þá bara til dæmis bara íslenska sem tungumál er þá tungumál með sérþarfir og verði ekki brugðist við að þá mun íslenskan ekki verða nothæft tungumál í þessum stafræna heimi, í þessum tölvuheimi. Þau nauðsynlegu máltækniverkfæri sem þarf eru eins og talgervill, við eigum 2 raddir, talgreinir, við eigum ekki góðan talgreinir, talgreinir breytir tal í texta, síðan eru það vélrænar þýðingar, það ekki til, það eru bara samtíma þýðingar á milli tungumála, öflug leiðréttingarforrit sem að í raun og veru virka á gervigreind, við eigum þau ekki til og allt þetta þarf að vera til staðar og það sem gleðilegt núna að ríkisstjórnin hefur ákveðið að fjármagna máltækni áætlun þar sem gerir ráð fyrir smíði þessara verkfæra eða smíði svona öllu frekar grunngagnanna þannig að sé hægt að búa til þessi verkfæri.